Komið sæl og verið velkomin í fyrsta undanúrslitaþátt Fótboltanördans hér 2026. Búin að fá til mín í hérna frábæra gesti sem að eru komnir alla leið í undanúrslitið í fyrsta lagi þá frá draumaliðinu. Jói Skúli, vertu velkomin og til hamingju með að vera komin hingað. Já, takk hérlega. Og frá 4-3, það Helgi Fannar, velkomin. Já, takk hérlega. Herðu, strákar, þið komin allar þessi leið, þið bara spenntir fyrir þetta? Mjög spenntur. Já, bara mjög gíraður. Maður er bara þakkláttur fyrir að vera komin allar þessi leið. Já, einmitt. Fótboltanördin eins og alltaf spilar í 6 liðum, en ekki eins og alltaf með aðeins breyttu sniði núna. Það er twist. Já, við ætlum að fara í hraðaspurningar, fyrirlið, byrjunarlið, almennkunnunda, svo ætlum við að taka þríþraut sem að kemur í staðinn fyrir tölfræðina. Sæll. Og endum auðvitað á síðustu séns eins og alltaf. Það eitthvað getur betur þetta með þríþrautin, eða ekki? Þetta beint stólið úr trivia-leikunum hjá vinum mínum. Ég gerir ráð fyrir því að það sé lagi bara með því að plugga þá aðeins hérna, hlusti á trivia-leikana. Daniel Óli, góðu vinur minn, sem að stýri því. En já, við ætlum auðvitað bara að byrja í hraðaspurningum sem eins og alltaf. Og Helgi, fyrir þá sem eru bara að hlusta, þú ert nær hurðinni, má bjóða þér að víkja. Já. Takk, Helgi. Það var lítið maður. Hefur þú sagt nei? Nei, ekki ennþá. Já, Jói, ert þú tilbúin? Já. Þá byrjum við núna. Hvaða liði stýrði Óskar Þorvaldsson upp í efstu deild árið 2019? Gróttu. Rétt. Sven-Jörn Eriksson þjálfaði á ferlinum 2 ensk félög, Manchester City og hverja? Leicester. Rétt. Hvar verður úrslitaleikur EM 2008 leikinn? Wembley. Rétt. EM fór fyrst fram árið 1960. Hvaða þjóð vann mótið? Sovétríkin. Rétt. Hvaða lið hefur verið lengst samfleytt í efstu deild á Englandi? Arsenal. Rétt. Hvaða bjórtegund opinber bjór ensku úrvalsdeildarinnar? Budweiser. Rátt. Turf Moor heimavöllur hvaða enska Burnley. úrvalsdeildarliðs? Rétt. Aðeins ein borg á 2 lið í þýsku búndeslíkunni þetta tímabil. Hvaða borg? Pass. Hver á fyrstu Íslendinga til að spila í La Liga? Sverrir Ingi. Rátt. Emil Hallfreðsson var seldur frá FA árið 2004 til hvaða liðs? Var seldur til Tottenham. Það rétt og þetta var lokaspurningin og klára tíman akkurat þannig. 7 stig í hraðaspurningum, vel að séu vikið, við náum í Helga og sjáum hvort að hann getur gert betur. Jæja Helgi, ert þú tilbúin? Já. Þá byrjum við núna. Hvaða lið stýrði Óskar Þorvaldsson upp í efstu deild árið 2019? Gróttu. Rétt. Sven-Jörn Eriksson þjálfaði á ferlinum 2 ensk félög, Manchester City og hverja? Middlesbrough. Ránt. Hvar verður úrslitaleikur EM 2008 leikinn? Á Wembley. Rétt. EM fór fyrst fram árið 1960. Hvaða þjóð vann mótið? Þýskaland. Ránt. Hvaða lið hefur verið lengst samfleytt í efstu deild á Englandi? Everton. Ránt. Hvaða bjórtegund opinber bjór í ensku úrvalsdeildarinnar? Guinness. Rétt. Turf Moor heimavöllur hvaða enska úrvalsdeildarliðs? Burnley. Rétt. Aðeins ein borg á 2 lið í þýsku búndeslíkunni þessu tímabilið. Hvaða borg? Það München. Ránt. Hver var fyrstu Íslendinga til að spila í La Liga? Alfreð Finnboga. Ránt. Nei, tjóð. Emil Hallfreðsson var seldur frá FA árið 2004 til hvaða liðs? Til liðin í Noregi eða eitthvað. Það ránt og þannig að rennur tíminn út og þetta var síðasta spurningin. 4 stig í hraðspurningum, fín frammistaða. En aðeins lakara heldur en Jói Skúli sem náði í 7 og já, staðan því 7-4 eftir hraðspurningar. Bara flott hjá okkur báðum strákar. Við förum yfir það sem kom ekki. Herðu, já, Helgi, þú varst ekki með Sven sem að þjálfaði Leicester. Já, þetta. Og EM fór, fyrsta þjóðin sem vann EM var Sovétríkin. Stanlega snúa með endurlaustina. Já, Arsenal
þitt lið hefur Já, eftir ég hef nú mátt vita það. Og hefði mátt vita það, sko. Mér veist ég verið með Everton hann einhvern veginn ofalega, sko. Já, Everton er ábyggilega númer 2, sko. Já. Þeir hafa verið lengi. Já. En hérna, já, og Jói, Helgi var með Guinness. Já, vel gert til Helga. Já, hérna, Mikil Guinness maður líka. já, svo var hann að síðustu 3 ár sem að þau voru báðir ekki með, eða ekki. Það var hérna, borgin í Búndeslíkunni, það er Hamburg. Já. Það er Hamburger Sportværen og St. Pauli. Já. Pétur Pétursson spilaði fyrst í La Liga fyrir Hercules. Ég lett, veit það ekki. Jói var með Emil Hallfreð sem að fór til Tottenham. Já, ok, en hann spilaði fyrir þetta Hann var í Linn, já. Hann var í Linn. Þá er þetta nú, þú veist, þá þarf ekki að skammast fyrir það, Þetta er alveg velgjört í þér en það var samt rámt. Já, ekki hálft þegar. Ég heldur einn, var Sven Jöran ekki með Notts County á einhverjum tímapunkti líka? Hann hérna var yfirmaður knattspyrnumála á Notts County. Sótti hann að Sol Campbell, Ég var eftirminnilega. með þetta tilbúið Já, fyrir vel gert. Gott, vel gert. Já, þá förum við bara í næsta lið sem að er ferillinn. Já, ég þarf nú ekkert að lýsa því of mikið fyrir ykkur strákar þegar þið eru með þetta á hreinu. Við ætlum að fara yfir ferillinn hjá, afsakið, við ætlum að fara yfir ferillinn hjá leikmanni og þið getur hæst fengið 5 stig. Það er Bjallan. Það er Bjallan. Ok. Þá byrjum við á fyrsta leikmanni. Frá 2002 til 2006 spilaði þessi leikmaður fyrir Chelsea, spilaði 42 leiki og skoraði ekki. Það er Helgi. Er þetta Claude Makalele? Það er rátt. Það er Jói. Er þetta... Nei, ég er ekki með það. Nei, tökum fyrir 4 stig. 2006 til 2009 spilaði hann með Middlesbrough, þar sem hann spilaði 53 leiki og skoraði 2 mörk. Það er Helgi. Nei, ég hérna... Nei, þetta var bara einfalt hjá mér, ég tekið þetta tilbaka. Já. Oh my god. Ég skam ykkur ekkert fyrir að vera ekki búin að ná þessu, sko. Ég er ekki með þetta. Nei. Förum við 3 stiga vísbendinguna. 2009 til 2015. Stoke City, 149 leikir, 13, það er Helgi. Er þetta Ryan Shawcross? Það er rámt. Djöfull. 149 leikir, 13 mörk. What? Robert Huth. Robert Huth er rétt. Næstu bara við, sko. Já, þetta er næstu bara við. Þetta er rauninni þýski Ryan Man Shawcross. ekkert eftir honum í Borró. Ekki ég heldur. Nei, bara... Ég man bara alls ekkert eftir honum í Borró. Fór svona auðvitað til Leicester á láni og svo endanlega. Já, svona, maður býst ekki við því sko manni sem að byrja félanin hjá Chelsea. Nei. Nei, kannski ekki sko. En, já, einmitt. Já, en vel gert hjá Jóa, náði hana í 3 stig. 3 stig? 3 stig, Ok. komin í 10. Já, einmitt, já. Þá förum við í næsta feril, bara beint, og förum við aðeins aftar í tíman. 1994 til 1996 í A. 5 leikir, 0 mörk fyrir 5 stig. Það er Jói. Átni Gautur Arason. Það er rétt. Úff, þetta var eitrað. Þetta var eiginlega bara bilað, sko. Já. Það kom engin annan til greina? Nei, eiginlega ekki. Nei. Eða potið ekki sko. þú 5 leikir á einhverjum, já, nei, þetta var... Nei, þetta var svona, þú veist, hann líka mikið búin í umræðinni, hann var ferskur í minninu mínu, sko. Já. Ég held að ég séu samt alveg fleiri leikmenn sem að byrjuðu fyrir hann hjá IA 94, sko. Fessi hann til Stjörnunar eða ekki? Jú, Stjarnan, Rosenborg, City, Vålerenga, Já. Thanda Royal Zulu, Einmitt, Suður Afríku. einmitt, Og endaði fyrir hann í Odd Grenland. reyndar í Lierse, Ok. Odd Grenland og síðan Lierse, Já, einmitt. 2 leikir þar. Já. En Það var lögfræðingur. þetta var frábær 5 stig hjá Jóa. Já. Það verður bara að gefa hún það. Já. Mér langar næstu bara að fara að segja eitthvað, þú veist, skipta leikmann og segja bara eitthvað 1984 Stjarnan eða eitthvað og hann kemur með hérna. Gæti ben. Nei, við höldum okkur við sporið og förum aðeins framar í tíman, þó ekki svo langt.
Það er 2001 til 2002. Nottingham Forest 29 leikir, 4 mörk. Það er Jói. Jermaine Jonas. Hvað rugl er í gangi hérna? Já, ég hef ekki bara Ekki bara hætta þessu. Jermaine Jonas. Já, Ég held að þetta myndir vera erfitt. þetta var það alveg, sko, þú veist, ég meina, en já, hann meikaði sens. Já, já. Já. Já, fótt í Newcastle, Tottenham, Villa Forest og Queen's Park Rangers. Já, já. Helgi, hvernig líður þér? Ég er bara mættur Nei, í það er nóg af stigum eftir í pottinu. Það Þú er veist að það er þetta Það er múið tapast. Já, en staðan eftir fyrirlin er 24. Ég er ekki svo vissum að sé nú á stigum í pottinum sko. Það er Já, reyndar já, já, já. á stigum bóttunum. Og þá förum við í næsta lið sem að er byrjunarliðið. Já, ég ætla aftur ekkert að flækja það neitt mikið byrjunarliðið þar sem við ætla að fara yfir byrjunarlið hjá einhverju liði sem spila einhver leik og þið skiptist á að giska á leikmenn. Og fyrsta liðið, það sem ég ætla að spyrja ykkur er 6-1 sigur Barcelona gegn PSG í seinni leikliðana í 16 liða úrslitum meistardeildarinnar 2017. Það sem að fyrir leikurinn fór 4-0 fyrir PSG. En Barcelona kom tilbaka hana og vann 6-5 í heildina. Hvaða ár er þetta aftur? Þetta er 2017. Ok. Helgi, þú ert undir þannig að þú mátt byrja. Já, ég fer í Leo Messi. Það er öruggt gisk og það er rétt. Neymar. Neymar, það er rétt. Sko, því hann skoraði hann og sigur markið, Sergi Roberto hefur verið þarna. Hann kom inn á bekk. Kom inn á. Miður. Ég ætla að taka hann. Þá, ég meina, ég verð bara að segja Suárez. Luis Suárez, það er rétt. Já, ég var Rakitic þarna. Jú, mikið rétt, hann er þarna. Við verðum bara að segja Busquets. Busquets er rétt. Já, Jordi Alba. Það er rátt. Já, hérna hér. Já. Ok, Piqué. Piqué er rétt. Jó er að hitta. Já. Er ekki Ter Stegen í markinu? Jú, hann er í markinu. Já. Þetta er síðasta giskið þitt, Jói. Ég verð að segja Iniesta. Já, það er líka bara rétt. Ég hugsaði hann, ég held að hann hefði farið þannig til Vissel Vissel. Kobe. til Vissel Kobe, sko. Já. En það hefði verið stuttur setna, kannski. Já, það er ég held. Sé jafnvel bara 2020, 2019 eða eitthvað. Já. Ok. Já, ég var eitt eftir. Já, síðasta. Veit nú ekki hvað þetta er að þælast fyrir manni, sko. Það eru, já, hann vantar hérna 3 leikmenn. Já. Þannig að það eru 3 í búði. Já. Það kemur reyndar ekkert á óvart að það vantar þessa 3, sko. Hvað er meðal skusar eða? Alls ekki. Nei. Ok. Já, ok, ég held sem eitt. Nei, tekið tilbaka, ég er ekki með hann. Þetta er sko, þetta er enga veginn að koma hjá mér, sko. Þetta síðasta. Já, ég bara, Segðu bara Ara Leifs eða eitthvað. já, hann var hann, Já. einmitt. Nei, Ara Leifs, hann var ekki. Herðu, það vantaði 3 áðana. Annars var þetta komið inn. Það vantaði Umtiti, Já. Javier Mascherano. Herri, ég hugsaði hann, mér var Já. þetta allt og seint fyrir hann. Já, Kom aldrei upp í hausinn á mér, sko. og Það maður hugsa bara. svo vantaði Rafinha. Ok. Já. Þetta er nefnilega að þeir voru skrýtnu kerfið þarna. Þeir voru í einhvers konar 3-3-3-1 eða eitthvað. Já. Já, þessu fræga kerfi. Já, einmitt. Það voru nefnilega, sko, þetta er rosalega fjölmenn miðja hjá þeim, sko. Já, en nú ætlum við að gera skemmtilegt. Þar sem að við ætlum að halda okkur í Barcelona. Ok. En færa okkur svolítið aftur í tíman. Og þá ætlum ég að byrja þig, Jói, að byrja á leikmanni sem byrjaði fyrir Barcelona í úrslitaleik meistardeildarinnar 2006 þar sem þeir unnu 2-0 gegn Arsenal. Já. Óþar að nötta mér upp á því, sko. Herðu, Ronaldinho. Ronaldinho er rétt. Já, sammálega þú.
og Samuel Eto'o, það er rétt. Ludovic Giuli. Það er frábært púl og það er líka rétt. Það eru Viktor Valdes var í markinu. Valdís var í markinu. Pújól. Pújól er rétt. Já, var ekki Rafa Marquez sama. Jú, hár rétt. Annað mjög gott púl. Ég held að Ole Geir hafi verið í bakverðinum. Það er líka stórkostlegt púl. Því líkt quiz. Já. Það horfði hann að leik sko, hann var 8 ára vissulega. Já. Það er nú einhver. Það vantar 4 leikmenn þegar það er búin að ná öllu rétt hingað til. Já. Abidal er ekki það með hann. Nei, Hann kemur seinna. Nei. Herru, ég held að Ed Milson hafi verið í liðinu. Þetta er ótrúlegt, Jói. Það er rétt. Já, það er ég að segja hann. Já, þetta sést þitt. Ok. Nei, ég galtómur sko. Galtómur. Já. Það gefur Jóa síðasta. Já. Var Mark van Bommel á miðinni? Það er hár rétt hjá þér. Þetta er magnað. Herðu, það eina sem kom ekki, það var bróður hans van Bommel, Giovanni van Bronckhorst. Já. Og reyndar einn sem ég sakna að hafa ekki komið, það var Deco. Já, heyrðu, ok. Já, það var Maður hefði viljað ná honum. Já. En þetta var vel að séu ekki hjá okkur báðum. Staðan hins vegar eftir byrjunarlið er 31-10 Já. fyrir Jóa. Það er brekka, en Brekka. eins og ég hef sagt áður, brekkur eru þar til að klífa yfir. Já. Er það ekki? Þú hefur oft sagt það. Já. Það er rétt. Þetta er svona mín lína. Já. Já. Þá förum við í næsta lið sem að er almenn kunnátta. Þetta eru björnarspurningar. Þar sem ég ætla að spyrja ykkur 5 spurninga sem að snúast eitthvað allt annað en fótbolta. Allt sem að Helgi fær rétt fær hann 5 stig fyrir. Förum í fyrstu spurningu. Botnaðu málsháttinn. Oft kemur góður þá getið. Jói. En illur þá er rætt. Ég gef þetta rétt, það er óýllur þá mér rætt, en þetta var Það var vel gert. vel gert. Já. 1 stig fyrir Jóa. Spurning nr. 2. Hversu margir hafa gegnt embætti forseta Íslands? Jói. 7. 7 er rétt. Jöfullin. Þetta er... Taldur þetta bara? Nei, ég myndaðir voru 6 einhvern tímann. En síðan höfum við bætt við. Þetta eru Sveinn Björnsson, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjár, Vigdís Finnbogadóttir, Ólafur Ragnar Grímsson, Guðni T.H. Jóhannesson og Halldór Tómasdóttir. Já, einmitt. Sem að þið vissu þetta. Já. Já, ég þurfti ekki að segja þetta. Það hefði ekki verið neitt mála. Nei. Fíl ég þetta. Hlustendur bara. Já, nákvæmlega. Já, svona almón. Já, pöpulinn, fá þetta aðeins upp á 10. Sigur Jóhanna sem er að hlusta, hann var ekki með þetta. Nei, þetta var, já. Spurning nr. 3, já mennur knóttu. Ditalini, Pappardelle og Fusilli eru dæmi, já. Þetta er pasta. Þetta er pasta. Stekkurinn kemur Helgi. Já. Tekur pasta. Já. Fjórða spurningi almennur knóttu. Þá förum við í skemmtilegu íþróttaspurninguna sem er ekki fótboltaspurningi. Hvaða lið er ríkjandi meistari í hafnaboltadeildinni MLB í Bandaríkjunum? Það er Jói. LA Dodgers. LA Dodgers, það er rétt. Todd Bowley og mínu menn. Já, það eru þeir. Hann er búinn að lyfta til hennum. Búinn að lyfta færri hjá Chelsea. Síðast spurningin í almennu kunnáttu. Frá hvaða landi kemur bílaframleiðandinn Dacia? Rúmeníu. Rúmeníu er rétt. Þetta er stórkostlega framleiðsla hjá Jóa. Staðan eftir almenna kunnáttu er 35-11. Það bættist eitt stig hana við. Það bættist eitt stig hana við. Og herðu, þú vannst þér inn alveg sjálfur. Já. Vel gert. Pasta. Já. Já. Og það er stig eftir í pottinum. Já, það eru stig. Já. Ég ætla meira að segja að það sé nóg stig eftir í pottinum. Ok. Til þess að jafna allavega. Ok. Því að við förum í næst síðasta liði sem er nýrliður sem er 3 Já, einmitt. Já.
Í þríþrautinni þá ætla ég að spyrja ykkur 3 spurninga og allar spurningar annar hafa eitthvað þema sameiginlegt. Í þetta skipti þemað í rauninni tvöfalt þar sem að þeir allir eiga eitthvað tvennt sameiginlegt. Það að segja þeir eiga eitthvað sameiginlegt sem að mun ábyggilega vera mjög augljóst en ég vil að fara aðeins í dýptina á það. Ég skil, ok. Þú ert bara að kasta fram einhverjum nöfnum. Ég að fara að henda í ykkur 3 spurningar því að skrifa niður spurningar Já, ok. og hérna svo með ekki sko þema á spurningur líka. Hvenar? Allar að setja 3 spurningarnar allar í einu? Nei, ok. Já, eða þú veist, 3 spurningarnar koma, ok. Þið skrifa niður Ok. og svo fáið þið smá umhugsunar tíma til þess að... Það er engin bjalla en eitt svo leiðis? Nei. Ok, flott. Já, ég held að það skilist bara on the go. Já. Ok. Fyrsta spurning. Khalid Boularus var harður í horn að taka. Svo mjög reyndar að hann fékk gælunafn á ferli sínum, en hvert var gælunafnið? Spurning nummer 2. Hernan Crespo var flökkumaður sem lék fyrir mörg lið á sínum ferli, en fyrir hvaða lið lék hann flesta leiki? Og 3. spurning. Steve Sidwell vakti athygli snemma á ferli sínum hann lék með Redding, en hvar Steve uppalinn? Svo megið þið veltaði fyrir ykkur hvaða þema á þessu 3 spurningum og gefa ykkur smá umhugsunar tíma það. Ég nú bara svona að pæla hvort ég sé að skilja þetta hennilega allt rétt. Þetta er fyrst skipti sem við gerum þetta. Já. En sjáum til hvort það gangi upp. Ég átti líka eftir að segja ykkur hérna hvað þið fáið í stig fyrir þetta. Já, einmitt. Hérna, þið fáið 2 stig fyrir hvert rétt svar Ok. og svo fáið 4 stig til þess að fyrir að giska rétt þema. Sko. Hvert þema? Nei, Bæði þemun. Það er eitt þema. Já, nei. Bara, hérna, Það er bara rétt fyrir það sem er ekki að það augljósa. er rauninni bara eitt þema. Ok. En ég kom með klarifæir á þetta út af því að það er rauninni, þú veist, tvennt sem að sameinar þetta alltaf. Sko. Herðu, fyrsta spurning Khalid Boularus. Jói, má ég biðja þig að byrja á að svara því? Hann var kallaður Slátrarinn. Og hvað var svarið þitt? Það var bara nákvæmlega sama. Herðu, ég geti ekki gefið rétt fyrir þetta því miður. Hann var kallaður Mannætan. Já, það er rétt. Já, Khalid the Cannibal. Já, Khalid the Cannibal eða the Cannibal. Já. Þannig að hvoru fæst ég fyrir það. Spurning nummer 2. Helgi, má ég byrja þig að segja hvaða lið Crespo spilaði flesta leiki fyrir? Já, ég fór bara í Mílan sko. Mílan, Ég fór í Inter Mílan. það er hvorugt rétt hjá okkur báðum. Þetta er Parma. Ok. Spilaði flesti leiki þar, ungur. Herðu, sjáum hvort að Jói, þú ert með Sidwell rétt, hvar hann... Frá Arsenal held ég. Já, hann ólst upp í Arsenal. Varst þú með Helgi? Nei, ég fór í bara Stók sko. Herðu, það er þá 2 stig á Jóa og þemað, Helgi. Langar þig að byrja á að giska á þemað? Ég bara spilaði allir á Englandi sko. Það er vissulega rétt en ekki nóg. Jói? Menn voru allir númer 9 hjá Chelsea. Það er hárrétt. Þessir menn voru allir númer 9 hjá Chelsea og það mætti rauninni bæta við að þeir voru allir lélegir númer 9 hjá Chelsea. Já, þetta er mjög kvört tala. Já. Já, Hjá Chelsea náttúrulega. já, það er rauninni Jimmy Floyd Hasselbank síðastur, sem var kannski var góður í 9. Já. Svo eru menn eins og Falka og Já, fleiri góðir. með Liam Delap núna sko. Já, mitt. Herðu, staðan er eins og staðan er. Hún er snúin. Já, hún er 41-11 fyrir Jóa. Og þá fyrir við í síðasta liðin sem er síðasti sjans. Og já, þið veitir hvernig það virkar. Já. Helgi, viltu taka 10 stiga spurningu? Eða viltu... Þú nærð nú ekki Jóa, þannig að þú mátt rauninni kannski taka eitthvað annað út. Ég hugsa að fara bara á millivegin. Fara í 5 sko. Fara í 5 Já, reynir frekar að ná Það er út henni. með sjálfströsti, já. Það er bara flott. Tökum bara 5. Förum upp í 16 stig. 16 stig er skemmtileg tala sko. Já. Það skal ég koma hana. Ólafur Jóhannesson er fyrir löngu orðin að góðsögn í íslensku fótbolta. En þjálfaraferillinn hóf hann hjá Einherja á Vopnafirði árin 1981 og 82, eins og allir vita, ég veit ekki hverju að segja. Síðan þá hefur hann komið nokkuð víða við og átt góðu gengi að fagna sem arkitektina gullöld FH á fyrstu áratug aldarinnar. Skilaði hann fjölmörgum titlum og hélt svo velgengni sinni áfram hann þjálfaði Val síðar. En hvert var fyrsta
þjálfarastarf Ólafs, hvert var fyrsta þjálfarastarf Ólafs í efstu deild? Já, í efstu deild. Hann var nú allavega með Haukana í efstu deild. Hvað segir það? Nei, ég bara býð upp svari svo segir ég hvort það var rétt eða ekki. Það því þetta er svo langt síðan sko, það getur svo vel verið. Fyrsta í efstu deild. Já, ég ætla að hjóla bara í Haukana mína sko, að því að kom fyrst upp. Ég get sagt þér að þú ert með rétt bæjarfélag en ekki rétt lið. Ok. Þetta er FH. Ég held að þú nefndir FH, það væri ekki FH sko. Já, það var svolítið trikkið sko. Já, það var trikkið bara sko. hægri vinstri sko. 89-90 þá var hann spilandi þjálfari. Heldur betur. Gerði á næstu því að mesturum. Já. 89. Já. Herðu, Jói, Já, ég tek 10 bara. þú tekur bara 10. Já, já. Förum allarleið þangað. Já, ég ætla að gefa þér eina vinalega 10 stig. Já. Sérstaklega þar sem að þetta ræðir ekki úrslitum. Besta deildin er svo síðasta af alls 12 sumardeildum í Evrópu til að hefjast þetta árið. En hvaða sumardeild álfunar hófst fyrst í ár? Segja bara... Það eru 12 Það eru sumardeildinar. Já, og hver hófst á undan íslensku? Já, bara fyrst. Það eru, Já. þannig að það eru allar byrjaðar nema besta deildin sem að hefst í kvöld þegar við tökum upp. En við byrjuð þegar þetta kemur út. Við segjum bara... Segjum bara... Litháenska. Það er stórkostlegt gisk, en það er rangt gisk. Það er írska deildin sem að hófst fyrst af Það var algjörlega styrtlu sumardeildum. spurning. Já, þetta var bara fyrir þig. Vinalega Já, spurning. einmitt. Þetta var bara fyrir þig. En leikar enda þá, Pér, 41-11 fyrir Jóa. Þetta var jafnt og skemmtilegt. Jafnt og spennandi barata milli Er kalla ekki ekki fyrstu hérna. maðurinn yfir 40 eða? Ég man Nei, reyndar ekki. Ok. Hérna, hver var það hérna? Var ekki Gummi sem að, eða var það Þorkell sem að tók stigameti hérna daginn? Það var ég. Já, það varst þú. Já, skulum hafa það alveg að reyna, það var ég. Hvað fórstu mikið? 44 held ég. Í áttalega. Já. Jó, ég er nefnilega eitraði sko. En þú ert sko búin að henda á mig held ég alltaf stiga hefstu görunum úr umfyrir á undan. Þorkell Gunnar síðast. Já. Og þú ert líka bara búin að slá það út. Já. Já, Þangað til núna. Þangað til núna. En er ekki spilað bronsið eða ekki? Já, getur alveg verið. Við gerum það. Já. Já, bara stórkostleg framistæða, Jói. Þú ert komin áfram í úrslitin til að hamingju með það. Takk hella, mikill heiður. Til hamingju. Og bara frábær keppni hérna og bara hérna, þetta var bara skemmtilegt. Ég lærði ýmislegt. Já, ekki? Jú. Þetta var bara gaman. Já, ég verð að hafa þetta erfiðara í úrslitum svo að Jói fari ekki í 40 Já. sko. Já, nei, þetta er bara að hitta vel, skilur. Þetta er bara fínt, sko. Helgi, takk kærlega fyrir þáttökuna í nötanum. Bara komst í undirúrslitin, stóðst í frábærlega. Já, bara taka þesslega miklu frekar. Já. Herðu, þá ætlum við bara að segja þetta gott í bili og við sjáumst í næsta undirúrslita þætti, þar sem við komumst að því hver mætir Jóa. Það verður Guðmundur Aðalsteinn eða, svo erum við ekki búin að taka upp sko, síðasta áttalöfslutum, þannig að það var Guðmundur Magnússon eða Damir, Okay. þannig að það eru 3 mögulegir mótherjar. Já. En já, komumst að því næst og takk í bili. Takk.